Þetta Svalbarðskirkja sem stendur fyrir ofan byggðina á Svalbarðseyri. Kirkjan reisuleg en hún var vígð 30. maí árið 1957. Á sunnudagskvöld munu félagarnir séra Bolli Pétur Bollason og sálfræðingurinn Hjalti Jónsson bjóðu upp á dagskrá í kirkjunni. Yfirskriftin Séra og sáli. Séra Bolli mun flytja fáeinar kveikjur úr samnefndri bók sinni og Hjalti leika og syngja lög sem ríma við. Þessar kveikjur eru hugvekjur úr nútímanum sem eru setta fram í stuttum sögum og lýsa margvíslegum aðstæðum eða aðstæðum sem fólk lendir í lífinu og eru svona til þess gerðar að vekja huga og spurningar og umræður svo margt sem að lendir í lífsins ólgusjó. Hvernig gekk þér að velja lög sem að ríma við kveikjurnar? Það var nú lítið mál svo sem. Bolli hjálpaði mér ansi vel við þetta. Hann náttúrulega þekkir inntak kveikjana vel þar sem hann samdi það sjálfur og var búinn að gera sér í hugalund kannski einhverja hugmyndir af lögum og svo bara sagði ég já eða nei og kom með betri tillögur ef hann var með einhverja vonlausar en þetta gekk nú bara bærilega vel. Að þínu viti þessar kveikjur eiga þér erindi til flestra? Þetta eru flottar kveikjur og þessar kveikjur geta skapað mjög áhugaverðar og hvetjandi samræður og það hefur oft verið, þegar þú hefur verið að lesa upp úr bókunum að skemmtilegar samræður að kveikna og ég get alveg séð fyrir mér að það sé hægt að nota þetta í skólastarfi þar sem að lesir upp úr kveikjunum og svo reynda að bregðast við í umræðum. En þú ert sem sagt að kveikja upp í fólki svolítið? Ég svolítið að því. Þær eru margan hátt áleitnar og þarna eru til dæmis svona efnistök eins og einelti og siðferðislega álitamál líffæragjafir og fóstureyðingar og fleira þvíumlíkt sem mjög hollt að velta fyrir sér og þetta auðvitað markmiðið það að fólk spjalli og hugsi og fái frekari hugmyndir og þetta fyrir unga sem aldna. Og svo kraumar ljósmyndarinn Völundur Jónsson undir. Aldeilis og hann hefur gert vel. Marga góða myndir sem gaman að tengja við. Það eru svona, tengingarnar í bókinni eru líka hugveikjandi við myndirnar og svo hef ég líka í upphafi hverja kveikju biblíuvers sem á tengja við líka. Eigum að fá sýnisotn? Gerum það. Ég les úr kveikjunni Fortíðarþrá, en fortíðarþrá ljúfsár tilfinning. Fjallar það að þú hefur hvatt eitthvað en þig langar til þess að það sé viðvarandi. Fortíð og nútíð ræða saman. Og það segir í Fortíðarþrá: Afi keyrði inn dalinn, sérkennilega stoltur á svip. Hann horfði út bílgluggann eins og hann ætti dalinn. Það virtist þó heldur vera að dalurinn ætti hann. Meira að segja ég, pjakkurinn, gat skynjað það. Við langfeðgar ókum varlega á grýttum vegi og nutum útsýnisins. Afi var þarna að búa til gæðastund handa okkur. Við tveir einir á ferð í dal, þar sem ábúðarfullu bílstjórinn hafði verið sveinn í sveitforðum. Dalurinn var orðinn heldur eyðilegur. Hann hafði breyst í rás tímans. Það hafði dregið mjög mikið úr búsetu og búskap, einn og einn bær á stangli, en nú var þarna aðallega frístundabyggð. Í gegnum það allt fór afi og hristi síðan höfuðið, fussaði og sveiaði og átti ekki til orði við þessari þróun. Sveitin hans sem var svona blómleg hér áður fyrr. Ég tók eftir því að hann afi var dálítið votheigur. Það var greinilegt að eitthvað snerti hann djúpt. Hvað það var vissi ég ekki, enda var hann venjulegast fremur fámáll. En í þessum bíltúr lék hann á alls oddi, sagði sögur og rifjaði upp bernskuminningar úr dalnum fagra. Völlur grær og vetur flýr og vermir sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól. Þar ungu lífi landið mitt mun ljá og veita skjól. Sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem ég fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já ég